Meltingin okkar skiptir öllu máli. Matur, melting, hegðan. Leiðin í Valhöll liggur gegnum kroppin okkar altæran og athugið, öll atvik og hugsanir okkar meltast. Allt sem við lendum í og gerum verður við. Matur, melting, hegðan og næringin nýsa niður. Vitum við að allar hugsanir verða að sameindum? Vitum við að við hugsum kroppin okkar, líkaminn eltir hugsunina? Sva-stja, heilsa heill. Heild, ekki brotakent. Sva í sjálfum sér, stja standandi, verandi. Og hvað sjálfur? Gæði og tærleiki vegna heilsu allra manna eru aðal áherslur í matarframleiðslu heiminum nú á vegum Global Country. Maharishi Ayurved miklu dýpri þekking en við höldum við fyrstu sýn. Ayus ævi, ved vit, þekking. Ævaforn heildarþekking, ekki brotakend. Maharishi Ayurveda læknir finnur með 3 fingrum á púlsi manns allt það ójafnvægi sem í kroppnum okkar kann að leynast. Finnur allan gungni líkamans. Sá læknir sem þá fíngerðu greiningalist kann Nati Vignan. Svo eru til MA-jurtir, Maharishi Ayurveda jurtir, sem setja allt hvað sem í samhljóm aftur. Sá sem hefur mikla þekkingu af þessu sviði veit hvaða jurtir og jurtasambland setja allt í réttan gungni á ný. Við bíðum ekki eftir einkennum veikinda. Allt sett í fullkomin samhljóð í hverjum og einum áður en til einkenna kemur. Samvinna jurtana, sín ergi, mikilvægt atriði þekkingarinnar, það þarf að kunna. Einnig það svo með mat að sumt passa saman, sumt ekki. Og sumt hentar einum annað öðrum, skiljum Vata-pitta kapha. Hver og einn þeirra 3 líkamsgerða skiptist svo í 5 undirflokka. Gott að vita, ef við lærum á kryddin, verða þau góðir vinir okkar. Bragðtegundan eru 6. Við þekkjum vel sætt, súrt, salt, en við skiljum ekki svo vel biturt, beist eða ramt og þurrt. Það biturt á ensku bitter, beist eða ramt, það á ensku pungent eða latínu pungere, sem þið að stinga. Þurrkandi, ensku astringent, latínu adstringere, binda, draga saman. Allar 6 bragðtegundir séu í máltíð til þess að kroppurinn okkar sé ánægður eftir máltíð. Honum finnst ekki vanta eitthvað sem hann veit ekki hvað Allar 6 bragðtegundirnar þurfa sem sagt að vera í máltíð hverri. Það engin vandi ef maður veit hvað maður að gera, lærir að steikja sum krydd, veit hvaða matur hefur hvaða bragðtegund, kann á kryddin með 6 bragðtegundunum og kann að setja svoleiðis máltíð saman sem hentar hverjum og einum einstaklingi. Gott að vita að ekki hentar öllum mönnum sama fæði og athæfi, til eru nefnilega þessar Vata-pitta kapha líkamsgerðir, and, eld, sæ í hverju manni og í öllu sem rétt eins og í eldhúsum í Valhöllu, úr höfuðskepnunum 5. Og svo auðvitað sambland og sumt ríkjandi í líkamsgerð hvers og eins. Vata líkamsgerð mikið á hreyfingu eins og vindurinn, má ekki vera ofdugleg. Pittamanngerðin rosadugleg, getur orðið rassakasta rassjufrík og ákveðin, ríkjandi, keppnisandi, tapsár, æst. Kaffa líkami þungur og sterkur og má alls ekki verða letiklessu. Svo auðskilið að matur sem örvar hverja gerð manna má ekki örva of. Fæðuna þurfum við að kunna nota fullkomlega rétt til að koma á jafnvægi. Engin vandi að læra að taka púlsinn á sjálfum sér og börnunum og finna nákvæmlega hvar ótærleiki, dosha, að safnast fyrir. Svo að þetta vesen með Vata-pitta kapha tímabil dagsins, þið vitið, í 19. skræðu fjörgin, móðir jörð, og Vata-pitta kapha tímabil ársins. Þetta farið að vera svolítið spennandi. Ekki borða frá klukkan 10 á kvöldin til 2 að nóttu, því þá kroppurinn að vinna úr matnum. Til sattva matur, raja matur og tama matur. Æviskeið okkar fyrst kapha, svo pitta, svo loks vata. 3 eindir allar eru tengdar. Vata-pitta kapha, sattva, rajas, tama, and, eld, sæ. Óðinn vili viei, rishi devata chandas. Í Valhallar eldhúsinu fræga 3 í rými.
Hér allt tært og fullkomið. Ainkara, Mkara, Hringkara, Rasja Jugta og Shrinkara. Þetta eru frumhljóð eins og ymir og Unkara. Samkara svo það sem veldur gæfu og gnótt. Pittamanngerðin ekki með á myndinni því hún á vellinum að keppa eða orðin að fullkomnunarfrík í vinnunni. Vatamanngerðin að fara á taugum en kaffamanngerðin salla róleg. Einn þarf aðeins að slaka á meðan annar þarf örfun og snarpari hreyfingu. Atvik og hugsanir meltast og verða að kroppnum okkar. Hegðun skiptir miklu máli, rétt eins og matur og máltíða umhverfi. Svefn, hegðan, fæði, 3 máttastólpar heilbrigðis, nægur eða mátulega mikill góður heilnæmur svefn lykilatriði. Hegðan og umhverfi líka, því fleira meltist en maturinn. Ekki vera með tikkandi klukku á náttborðinu því hún riðlar eigin tíðni líkamans. Ekki búa nálægt kirkjuturnu með klukku sem slær. Guðinans Gullivers vasa úr í keðju. Við megum ekki vera ofháð þeim harðstjóra guði. Góða bækur, My Vedic Kitchen, Monica Carr og Vaidya Manohar, Heaven's Banquet, rúmlega 700 uppskriftir allstaðar úr heiminum. Vedic Food for Vedic Consciousness, John and Sarah Conhouse, Introduction to Maharishi Vedic Organic Agriculture, Awakening Nature's Healing Intelligence eftir Hari Sharma lækni og Contemporary Ayurveda, Medicine and Research in Maharishi Ayurveda, Hari Sharma og Christopher Clark, Medical Guides to Contemporary and Alternative Medicine. Allir lesi Super Healthy Kids, A Parent's Guide to Maharishi Ayurveda. Allir lesi þessa eftir Kumunda Reddy, MD og Linda Ekenes. Charlotte Beck, Ayurveda læknir sem oft heimsækir Ísland, gott og sunt året rundt, leganes 365 råd til et bedre liv, hver dag hele året. Klart fólk Don Brennan, írskur Ayurveda læknin, Sarina Grosswald, börn með lestrar tengdam námsörðuleika og TM handa þeim, Stephen Rector, MD, bráðavaktalæknir og rannsóknir hans, endilega læra Abhyanga, olíunutt fyrir bað og kannski fari í panchakarma og grugglós. Svo þarf að vita að alfullkomin endanleg melting fæðunar verður ojas. Flæði víns valföður allan kropp, allra manna. Þegar allt í tipptopp standi með okkur, þegar við lifum alltaf í vellíðan og gleði, þegar við erum á réttum mataræði og laus við alla streitu úr taugakerfinu, uppljómumst við. Nauðsyn að skilja að meltingin undir stöðu atriði. Við erum það sem við meltum. Og fleira meltist en matur, mín kæru. Hver hugsun og allt tilfinningadótarið verður að sameindum, verður kroppurinn okkar. Kroppurinn okkar musteri sálarinnar og tæki til þróunar. Ævi, ajus, í líkama tíminn okkar til að vinna að því að ná fullkomnun. Ayurved, þekking handa okkur á þessari okkar ævi í þessum okkar líkama. Siddhi, fullkomnun, tilgangur æviskeiðs í líkama. Lærum TM Siddhi. Agni dýrmætur, Agni, Anala, melting, bruni, en allt veltur á réttri meltingu. Ama eitur sem safnast fyrir. Ama þýðir eiginlega fara í, þjóna, heiðra, síkt veikt, stert, æst, ótti, hryllingur, það sem svipti mann ánægju. Ama eitthvað sem fer í og til ama. Ama Vishva verra og hefur sest að í líkamanum. Vishva, samanber íslensku orðin vist og vé þýðir koma inn, gera sér heimakominn, koma sér fyrir, taka sér bústað. Slæmt því ójafnvægi blandast í kerfið, í dosha, en dosha þýðir ótærleiki. Garvisha eiturefni utanaðkomandi úr umhverfinu og hættulegri fæðu sem menn neyta. Garvisha, það gar að gleypa, drykkur eða eiturdrykkur. Geri einnig af gar, hinn gráðugi. Ódjas besta enda útkoman. Það hinn fullkomna melting matar. Sóma gott. Fullkomin heilsa í raun sama og allar rásir líkamans óstíplaðar. Og það líkams ástand uppljómaðra. Tær maður uppljómaður.
ekkert smáneitt að verða tær. Þetta allt mælanlegt á einfaldan hátt. Og engin vandi að koma öllu strax í samhljóm á ný ef eitthvað fer óvart úrskeiðis. Stífla í rásum, shrota, sumar rásir eru hárfínar og vart sjáanlegar, veldur sjúkdómum. Laufblöð á askinum yggdrasli visna og auðvitað einnig á manntrjánum ef ekki flæðir vín valföðurs allan líkamann. Sóma sá dýri vökvi sem heldur saman alheimi, lím alheims, heldur saman innu ytra og innu innra, heldur saman innu skapaða öllu í veröld og uppruna alls sem í raun ótengt. Svo sóma mjög teygjanlega fingert lím, algjört galdra lím. Ódjas hið fingjarðasta í mannslíkamanum og á að vera það sem við endanlega framleiðum úr matnum. Ódjas hjálpar til við að ná æðri vitundastigum, hið guðlegasta efni sem meltingan okkar getur framleitt. Ódjas mælist í okkur og við geislum af tærri vitund þegar allt meltist í ódjas. Ágúri heillaóskir innmitt þetta orð. Hins vegar pragna aparada, mistök sem andlögir vitsmunir gera, það að villast út úr ferlinu, ginnungagap og þeim ilivjei, og þýðir að vera ekki tengdur í gapið, heldur í skiptinguna sem verður með forvitni óðins. Samsviðsteknin TM stillir gungni líkamans. Líkaminn gungnir, búinn til úr hugsunum okkar og tilfinningum, svo okkar að sjá gæðin. Kroppurinn eins og við erum, ekkert annað en hugsanir okkar. Jú, kannski smá skuld í bland. Svartja að vera standandi í sjálfum sér heilsa, heildsla. Hugur háður fæðugæðum. Atvik og hugsanir meltast og verða efni. Jæsa kafi anna, væsa bani mana. Það að líkaminn vinnur fullkomlega rétt ef gungnir fæðu og hegðunar réttur. Heilinn öðlast samræmdar bylgjur, fullkomlega samræmdar og samvinnandi. Þar með og þannig nást æðri vitundastig hvert af öðru. Því taugakerfi verður nú tært. Við sækjum nú í hið hollasta og viljum ekki lengur neitt sem eyðileggur. Það vegna gleði glaðheima sem svo miklu meira og varanlegri en ruglið okkar. Hugurinn sækir ætíð í æðstu og mestu gleðina þegar hann hefur loks fundið hana. Agni, brunin, meltingin, talar við okkur, við þurfum að hlusta, hafa samráð og ekki bara tróði okkur mat hugsunarlaust af vana. Talið við hann, brunan og malakut, matalistina, til að vita hvað þeir vilja, hafið samráð alltaf áður en borðað eða drukkið Því matarlist fíngerð. Ekki vera hugsunarlaus gráðugur halur sem étur sér aldur trega. Aðeins fylla 2/3 magarúmsins og drekka sparlega heitt vatn með mat. Meltingin þarf þennan 1/3 magarúms. Altærir menn þeir einu þess virði að kallast menn. Gætum að kroppnum okkar. Það 13 agni, eldur, bruni, niðurbrot, umbreyting, sem á ensku transformation and metabolism. En meltingin umbreyting, það sem við borðum verður að okkur. Aðal agni í meltingarsýrunum, sem mega ekki vera veikar og ekki of súrar. Agni skiptist svo í 5 agni sem standa fyrir jörð, vatn, eld, loft, rúmið, höfuðskepnurnar. Svo fer næringin í ferli. Blóðið, vöðvarnir, fita, beinin, beinmergurinn, taugavefir, æxlunarfæravefir, lesum Harry Sharma bækurnar. Ef hvergi stíflaðar rásir meltingin fullkomin og framleiðir ódjas, sem hið fíngerðasta í meltingarferlinu. Endanlega fullkomna útkoman í fullkomnu ferli. Harry Sharma læknir skrifar yndislega bækur svona lagað. Agni og malakutur vilja smá volt vatn, soði vatn, daginn út og daginn inn, það vitað. Gott að dreipa vatni milli mála. Nauðsyn líkamanum hafa tært vatn, auðveldur okkur að vera sterk og hraust. Engin auka efni setjast fyrir í rásum líkamans þegar við drekkum heitt vatn á daginn. Eir biður okkur að vera róleg, finna eirð. Hún segir að þjóðvitnir eigi að gala á sem hyggindi, ekki standi nefni vitleysu.
Kannski ég ætti að hætta í gerfi þarfa framleiðslunni og þróast og þroskast. Fari ég að gala mönnum tærleika, markaði fyrir það núna? Eir segir að lífsgæða kapphlaupi sé að hlaupa með okkur í gönur. Skilningavitin finna áreiti umhverfisins, færa huganu það, streitan liggur í því að við fyllum hugana af efnisheims áreitinu, efnisgúni þessum. Einfalt að gera sig ónæman fyrir henni. Koma sér iðla út úr yfirráðasvæði gunnanna tryggja eiginleikum náttúrunnar, það nýsa niður daglega. Gunnarnir eru svo æðislega ráðríkir og stjórnsamir, eru í allri náttúrunni, öllu í okkar heimi. Alltaf allir þrír saman, samspil gunnanna, vasast í öllu í heimi. Gunnar í mat sem tákmál, sanni Gunni fíllinn, greindur, kann samvinnu, traustur, grænmetsæta. Rassakasta Gunni tígurinn, lifir á að drepa snöggur. Þám Gunni, sjakallinn, hrææta, lifir á úldnu og mikluðu, svona öskukallinn eins og hrækamurinn. Þurstamegir þrír, Gunnarnir þrír, eiginleika náttúru eru í öllum mat auðvitað, því þeir eru í öllu sköpuðu, skipta sér af öllum sköpuðum hlutum, þeir stjórna öllu hér í veröld. En við erum vitund og þaðan stjórnum við þegar við kunnum það. Við veljum okkur mat sem verður kroppurinn. Sannur, tær, jákvæður, sá sem velur sér sattgúna, sannaguna. Æstur, ofduglegur, læti og æðbunugangur, sá sem velur sér ratjagúna, rassakastaguna. Lati, mjög svo varkár og hægur og stundum neikvæður, sem velur sér tamagúna, tamaguna mat. Mömmu matur bestur því henni þykir svo vænt okkur. Ávextir eiga þroskast á greinunum ekki í gámum og kælum, né heldur í hillum stórmarkaða. Náttúran hefur þróað þetta í milljónir ára, þannig vill hennar áskapaða regla hafa það. Regla náttúrunar rán, beint úr og eins og hún úr ægi, vitund. Börnin eiga líka vaks og dafna hjá mömmunni, treystum þróun náttúrunar. Í henni öll regla úr gapinu mikla. Eins og náttúrun hefur þróaða, það líka best, alfullkomið. Náttúran vill ekki erfðabreytinga mannana. Mennirnir eru svona óvitar. Milljóna ára þróun svo eina rétta úr reglu alheims vitsmuna og stórhættulda riðlenni, ekki eyðileggja. Við þurfum að hugsa skýrt, við þurfum að skilja hvað Freyr að segja okkur þegar hann sendi skýrni til okkar. Auðumbla Freys, kýr allsnækta sem uppfyllir allar okkar óskir, virðum gjafir vel. Athuga vel, mjólk á aðeins að drekka með sætumat, ekki með súru, bitru, salti, þurrabragði, beisku. Ekki drekka mjólk með mat með 6 bragðtegunda máltíð. Grjón eru sæt, svo gjarnan má gera góðan velling handa börnunum. Ekki láta salt í mjólkumat. Við getum látið möndlur, kardimommur og rúsínum, þótt vínber séu súr eru rúsínur sætar. Ekki drekka kalda mjólk, ekki drekka eða borða ískalt. Kalt slekkur á agni, meltingunni, eins og skvetta vatni á glóð. Pittatýpa í miklum hitum getur þó vel fengið sér ís. Alltaf fá lífræntræktaða ófitusprengda mjólk, gjarnan má sjóðana og kæla svo, sjóða má smá ferska ingifyrflís í til að auðvelda meltinguna. Mjólkin myndar slímhjúp í munninum til að vernda sig gegn meltingasýrunum og myndar einnig slímhjúp í maganum. Þá ystir hún ekki við magasýrunar. Þetta segir okkur Don Brennan, írski æurveitalæknirinn góði. Sleppum alveg mjólkuvöru með viðbættum sykri og sleppum öllu verksmiðju unnu. Mjólkin fullkomin án þessarar sölubrellu, en gaman að búa til panírost heima. Flóa ófitusprengda mjólk, kæla, setja sítrónusafi í, hella í grisjufóðra sigti og gaman að rækta sér jógúrt heima. Hún betri og ferskari en verksmiðju unnin. Móðir náttúra gaf okkur Íslendingu líka ull sem vasselt. Sker, hljóðvarp, ekki sker mikl, ha. Þetta sem kallaði sker núna krakkar, sker.is ekki sker, því þetta miklar. Sker súrnar, en það var það geimslaða fyrir gamla daga að setja í súr. Sker sig. Misan, síran, var geimslu aðferð vegna þess að hún súrnaði, miklaði ekki. Engin síðasti söludagur heldur best eftir langa tíma farið að skerast. Skerát gefur mikið pitta, hitagjafi
og þar með bjargvætturinn góða í kuldunum. Maður nokkur bjó á Vesturlandi sem heitir Skyrgeir. Þetta uppnefni sko heiðurstitill því Skyrgeir kann að búa til alvöru skyr. Líklega flutti Skyrgeir vestur á Firði og einhver hlýtur að hafa lært að búa til alvöru skyr. Einhver hlýtur að hafa lært hans list og öðlast hans þekkingu og varðveitt tæknina góðu. Hvar hann? Hvar eru þeir? Mér langar svo í skyr eins og það var í gamla daga, alvöru skyr. Byggvir og beila eru heimaræktaður hollur matur framreiddur af mömmu með ást og umhyggju. Hallgerður Langbrók gaf Gunnari sínum hraun, grjót í askin í fyrirlitningarskyni. Heimska mamman setur hráa kartöflu í skóinn. Fyrirlitning skapar vondan gúni. Ekkert ömurlegra en að gefa barni sem hlakkar til jólana hráa niðurlægingu í skóinn. Tilgangur uppeldis að kenna samræmi og fegurð, gefa gleði, gefa hamingju, gefa ást. Vættur jólanna gleði og tilhlökkun. Hún fyrirboði fæðingarljós heimsins. Hrá kartöfla í skóinn, hatur og heimska sem hegning, veldur ósamræmi í barns líkama þvert á tilgang uppeldis sem að finna kyrrð og samræmi tífatúna í lífinu. Skiljum við hvernig áföll og reiði eyðileggur frumur og starfsemi? Forðumst áföll. Yndislega litla stúlkan sem bað mömmu sína sjóða kartöfluna sem jólasveinninn gaf henni. Bað mömmu að gæta þess að sú dýrmæta ruglaðist ekki saman við venjulegu kartöflunar. Yndisleg spæling á heimsku mömmuna illu. Það þetta sem melting atvika. Mjög einstaklingsbundið mál. Hinn tæri maður meltir allt á fagran hátt. Litla telpan var full af gleði. Efinn, vonbrigðin, höfnunin þrennt sem ber að forðast því slíkt skapar veikindi. Sögur til að þið skilji hvað ég meina. Það hlakkaði í sýslumannunum því veturinn var harður og ekkjan í Afdalakotinu með barnahópinn sinn hlaut að vera orðin matarlaus. Þá væri hægt að láta hana flosna upp, koma krökkunum sem niðursetningum á bæina og sölsa Afdalakotið undir sig. Þegar loks varð fært upp úr vorið voru ekkjan á börnin við góða heilsu. Það gladdi nú ekki sýslumanni. Nú, hvað áttu þið? Ég sá, svaraði ekkjan, að ærin okkar þrifstu vel á heyinu, svo ég sauð heysúpu með kvannarfræjum handa börnunum mínum. Auðvitað var það móðurástin og umhyggjan sem meltist betur en heysúpan, eða hvað haldið þið? Þetta var nú í gamla daga, þegar fátækafólkið átti ekki mat, en í allsnægtunum löngu síðar. Mamma barnsins reykt og drakk allan meðgöngutíman og í brjóstamölkina. Þegar barnið var aðeins 2 ára óviti varð því á að toga í hálsólinu á hundinum, en raunar var þetta mjög stór hundur svo hann sakaði ekki. Mamma barnsins þreif trefil, herti að hálsi barnsins og öskraði. Þykir þér þetta gott? Barnið náði ekki andanum, andlitið varð blóðhlaupið, tár stukku á hvarmana. Þegar barnið stálpaðist löngdu stjúpið þess og afiðast það og spörkuði í barnið. Læknarnir settu barnið á lyf sem lyfjafyrirtæki voru að gera tilraun með á börnum. Barnið fékk hráa kartöflu í skóinn en hálfsystkini þess fengu nammi. Stjúpi barnsins setti klámvíti á spólinni í herbergið þess þegar það var 12 ára. Barnið gat bísað sígarettum og áfengi heima helgar. Funduði hvað þetta gerði ykkur? Sting í hjartað, slæmur gúnir. Og nú fallegt úr Upanishad á sanskrít til að jafna okkur á þessu. Verum saman, borðum saman, verum kraftmikil saman, geislum af lífi, hallmælum aldrei neinum. Allt sem við lendum í meltist, tilfinningar og hugsanir verða efni í líkamanum, svo hegðun og tilfinningar og reglusemi verður við. Kvöldsvefn góður, léttmáltíð á kvöldin, aðalmáltíð á hádegi, agni mestur á hádegi, sól hæst á suðurlofti. Og hið æskilegast að matur verði að ódjas, ekki að ama sem stíplar. Og ekki síst, engin eiturefni. Nýsoðin ferskur lífrænn, fullkomið hráefni, engin þjáning neins sé við öflun þess. Auðmeltur og léttur sattva matur bestur fyrir alla menn, engum handa þeim sem hafa kosið sér að þróast hratt andlega til fullkomnanar á þessari ævi. Handa öllum mönnum Maharshi Ayurveda mjög snjöll og hagnýtt þekking. Sattva matur breytist auðveldlega í ódjas.
Við skulum senda jurtunum sem við borðum kyrrlátt þakklæti fyrir að þær innihalda þá innbyggðu þekkingu sem við erum að fá hjá þeim. Náttúran okkar hefur allar lækningajurtir, áhanda okkur ódáins fæðu. Maharishi Ayurveda ævaford þekking nú endurheimt í sinni tærustu mynd og aðeins hið fullkomna notað í Maharishi Ayurveda vörur. Við megum aldrei eyðileggja prana, lífsandan og vitsmuni, nýja gungni. Jurtirnar eru gungnir og prana. Öll jurtin samræmu, öll jurtin notuð handa okkur, ekki hlutar. Heildarþekkingin betri en svo brotakenda. Náttúrulegar jurtir og ávextir með réttum gungni stilla hljómsveitina á ný. Ræktum sem mest heima og kaupum íslenskar jurtir og ávextir sem þroskast á greinunum, ekki í kælum og kossum og hillum. Tínum ber, lærum á jurtirnar okkar í náttúrun okkar. Athugið, svinnur, vitsmunir og lífskraftur prana horfin úr verksmiðju unnum mat. Neitið aðeins ferskra ávaxta, ferskra jurta eða vitið að þurrkaðir í lagi, sjóðið, ekki aðhyllast hráfæði vegna þess að það meltist ekki vel, ekki niðursóðið, ekki frist, ekki örbylgju bombanderað, ekki upphitað. Leifar eru pranalausar, neitið nýðsoðins matar. Góðu hamingjusömu foreldrarnir gera borðhaldið að veislu í hvert sinn, hafið bjart við borðhaldið í öllum skilningi birtu. Og hver kvöldstund þarf að vera þrungin ró og gleði, skilningi og ást. Börn þurfa heilbrigðan og góðan svefn vafinn kærleika. Borðum reglulega, borðum ekki frá klukkan 22 til klukkan 02 á nóttunni, úrvinnsla þá í gangi. Leifum máltíð að meltast alveg, ekki borða fyrir maginn búin að melta, ekki einu sinni maula snakk. Ekki bæta í hálf melt í maganum. En gott að drekka heitt vatn á milli mála. Maharishi Ayurveda bendir á góðan áunnin hegðunarvana, hegðunarrasjana. Verum jákvæð og veltum okkur ekki upp úr hinu neikvæða. Við myndum slæmar sameindir í líkamanum okkar með neikvæðinni. Gleði, alvöru gleði, veldur hamingjusömum sameindum, molekúlum. Ekki svall og hamagáms gleði sem ekki holl kroppnum okkar. Svá gott sem gott segja öl aldasonum, ráðhanda þeim ósvinnu sem ekki áfengi gott, það eyðileggur heilan og taugakerfið, skaðvaldur, eyðileggur tærleikan. Best af öllu að nýsa niður, það gerir mennin að tæra. Að stunda TM, nýsa niður, hegðunaratriði númer 1, 2 og 3. Valkyrja að sóa vitund í vitund. Þannig verða menn tærar og tærari með degi hverjum sem gefur góða heilsu og hæfileikan til að velja aðeins hið rétta. Gæðahugsun gerir öllum kleift að velja hið hollasta. Með tærleika kemur rétt val. Gæði ákvarðana okkar batna við að við verðum grugglaus, tær, sinnþarlaus. Vakbhat, hinn uppljómaði sem kendi Ayurved, segir menn yngjast með degi hverjum þegar þeir segja satt, verða aldrei reiðir, andlega séð, tærir allt sitt líf. Sjálfkrafa verða hugsanir hins tæra manns sanna gunna gæðahugsanir, hágæðahugsanir, fáaðar sannar fíngerðar kraftmiklar í senn. Sjálfkrafa sækir tær hugur í hið háleita, eingöngu. Kroppurinn okkar verður það sem við neytum og hugsum og lendum í. Óhollusta, rangur gúnir, léleg melting, illa farin með brunan, agni, verður að veikindum, ósamhljómi. Sköpum fjölskyldun okkar yndislegt umhverfi, holt, réttur gúnir, fullkomin melting, sterkur bruni, sterkur agni, verður heilbrigði. Við höfum val og þekkingin fyrir hendi. Hefur verið í Charaka Samhita í 1000 ára og það enn. Mataræði í jafnvægi veldur heilbrigði, mataræði í ójafnvægi veldur veikindum. Hegðunarrasajana hefur áhrif á hugsanir, tilfinningar og gjörðir. Svo endilega hlustið af sinju, fáið epli yðunar með að nýsast niður. Jötnar eru syndurefni í líkamanum, það á ensku free radicals. Þau fara illa með líkamann. Jötun æting.
Streita og illt hugarfar gerir okkur að jötnafóðri. Endilega forðist slíkt. Stressið sem safnast upp í kroppnum veldur veikindum, en iðkun að nýsa niður eyðir streitunni úr líkamanum, losar og losar út streitu. Jurtir með réttum gungni kom í veg fyrir syndurefni, frí radikals, amrit. Þegar með nýsa niður ausa þeir upp samræmi og reglu ginnungagaps. Amrit kallas ódáins fæða, ódáin, sprellifandi og síungur. Amrit, a neitandi forsketi, ó, og mrit dauði, dáin. Mrit sama mara sem í sín mara, kallas kálkur. Nú eitt að athuga. Menn verða að vita hvað þeir að gera þegar þeir breyta yfir í grænmetisfæði, ávexti, baunir, grjón, sanna gunna fæðu og sleppa öllu því sem drepið hefur verið, sleppa sinnþar mat. Neita einskis sem framleitt með þjáningu eða vanlíðan neittni. Byrjum hægt og eftir svo lítinn tíma erum við búin að skapa varanlegan vana því við erum létt og kátt, líður vel. Athugum vel þetta með 6 bragðtegundirnar. Malakúturinn mjög hress með hollustuna, ekki eins og með grjót í sér lengur, þótt hann eigi það til að sakna þingslana grjótsins til að byrja með. Engum gott að vita að við gætum þurft aukalega B12. Til eru koparílát til að láta vatn standa í yfir nótt og drekka að morgni, snefilkopar. Sjóða má gjarnan í potti úr potti, það að segja cast iron, til að fá meltanlegt járn í matinn. Ekki að marka vítaminskammti D sem gildi fyrir alla Evrópu, því við eigum hér langan vetur, segir Charlotte Beck, erum mikið inni. Sólar D næst víst aðeins hádegi á stóra fleti húðarinnar, beint, ekki gegnum gler. Lýsi stíplar rásir líkamans, fengið úr deitri skepnu úr lifur sem eiturefnasía, en til vegetarist D sem auðvelt að nálgast. Til einnig gelatín, belgir, sem ekki eru úr dýrabeinum. Gætum okkar á rauðum glerjungi í matarílótu því sumstaðar blý í rauðum glerjungi. Það ekki gott að drekka til dæmis appelsínusafa úr þannig leirglösum. Kroppurinn okkar tæki til að þróast til fullkomnunar í Valhöll. Iðun vill að við yngjumst með hverjum deginu sem líður. Því Guðin elska þá sem með ungan líkama hversu gamli sem þeir gerast áður en þeir deyja úr honum. Jarðlíf dýrmætt. Við erum iðin við að nýsa niður og fáum þannig ódáins fæðu iðunar. Amrit kallas. Eldir og fimafingur framreiða ódáins fæðuna hjá ægi. Álfar, elfur, rásir, sörróta, rípuhú verða altærar. Ekkert þá til ama, sanskrit ama, en ama gruggur og ótærleiki sem safnast upp og stípla rásir. Ekkert má stípla sörróta, elfur, rásir. Opna á elfur sem álfar standa fyrir, fljótin og lækina í okkur, flæðið sé fullkomið. Hreinsa rásir, sörróta, suti, álfar þurfa að hreina opna leið í okkur. Óhindrað flæði, elfur allan kropp, rípuhú. Hinnar vitru fingjarðu ofur mennsku verur, álfarnir okkar, sem ódjas fjársjóð geyma. Ótrúlegt hve mikil heilsulind vatn Vatn táknar sóma. Hið yndislegasta fyrir kroppin vatnið okkar. Shrota suti, hreinsa rásir. Láti vatnið sjóða vel helst í 10 mínútur. Við að sjóða vatnið þegar höfuðskepnan eldur, agni, í höfuðskepnuna vatn tjalla. Og vatnið öðlast þennan skarpa hreinsandi eiginleika. Vatn á að sjóða vel. Mistökar slökkva áður bullar vel og lengi. Einnig má láta ákveðin krydd í soði vatn og geyma á hitabrúsa yfir daginn. Soði vatn hreinsar rási líkamans betur en ósoðið, svona kryddvatn enn betur. Kryddvatns uppskriftir til fyrir hverja líkamsgerð manna, vata pitta kaffa. Allir verða að læra að virða líkamann sinn og gera hann fullkominn. Og nú svo lítið fyndið en gott að vita. Fyrir 1000 ára voru streituvaldarnir þeir sem við sjáum hjá villtum dýrum enn.
Kroppurinn okkar hefur minni þetta og bregst enn við streitu á þá viðeigandi hátt. Hættan var alltaf fyrir hendi og ófyrirsjáanleg. Liggjandi í leyni, við þurftum adrenalín til að flýja eða berjast. Hungrið var fyrir hendi og við þurftum að safna forða spiks og fitu í magan og allan kroppin þegar færi gafst, til að hafa iðra forðan þegar engin fæða yrði. Þess vegna offita streitu fyrirbæri nú á tímum. Safna upp iðraspiki þegar maður finnur fyrir stressi. 1000 ára stressviðbrögð valda átröskun og spiksöfnun. Ótrúlegt fyrstu sýn, en svona þetta nú samt. Mörg 1000 ára minni skort og skynsamleg viðbrögð við honum, spik. Besta ráðið til að vinna á streitu, sem óneitanlega safnast upp ef ekkert aðgert, svo einfaldlega að nísast niður. Óyggjandi niðurstöðu vísindalegra rannsókna TM, Transcendental Meditation, liggja fyrir hægt að fletta þeim upp á netinu. Ég var kennari en þoldi ekki álagið og ákvað að fá mér meira afslappandi vinnu. Íslensk skýrsaga. Stórbóndi nokkur ákvað að gefa dóttur sína þeim manni sem gæti étið fullan dall af skýri. Skýri var gallsúrt og farið að brjóta sig og skerast. Pitta þýðir einmitt gall. Margur maðurinn kom, reyndi við átið og gafst upp. Þar til á bæinn kom röskur drengur sem settist við skýrdallinn og byrjaði að eta. Eftir nokkur gúlfylli hætti hann og gerði sig heimakominn. Nú, hvað með skýrið? Spurði bóndi. Mjög gott skýr, svaraði strákur. Ég ætla að láta það endast mér í allan vetur. Ekki var neitt sett upp með tíman sem átti að taka, svo ég hef kærkomið tækifæri til að kynnast konefninu mínu á þessum tíma. Þetta Freki. Takk ekki hress með Frekjun í honum. Freki eyðilagði nýja upptrekta bílinn og fleygði honum í rusli. Freki fann konfektkassa beiti í alla mólana, fannst þeir vondir og spýttu þeim út úr sér. Guðrún Dimblá segir, kennari minn Maharishi, indverskur eðlisfræðingur, uppljómaður maður, bendur okkur á hvar þekkinguna og skilningin að finna og gefur okkur tæknina til að nýsa niður. Þökk Maharishi, kennari minn. Þekking ekki gefin af neinum, það nemandinn sem öðlast hana, þekkingin innan vitundar, nemandinn vitund, við erum vitund. Andvata vindur, eldpitta gall, sæ kaffa slím, dósa þýðir ótæklingi. En sem hrímna í Valhöllu erum við með þetta fullkomna jafnvægi. Svarstja, heilsa, heild, ekki brotakent. Sva, í sjálfum sér, stja, standandi, verandi. Og hvað sjálfur? Saman verum, saman borðum, verum kraftmikil starfandi saman. Geitslum af sannleika, ljósi lífsins, aldrei hallmæla, aldrei hampa neikvæðni. Ég skal segja ykkur, sá sem tekur þátt í neikvæðni, hallmælir, baknagar, tekur á sig syndir mannana sem hann rægir, býr sér til slæma skuld annars manns, lifir pærðarma. Sá sem nýtur annars manns syndar, tekur þátt í synd þess manns, til dæmis drápi dýrs sem étið tekur á sig syndina, þjáningu með áti eða nýtingu. Jón úr vör. Ég skaut ekki, en ég át fegurð fjallana. Sækjum aðeins í hið háleitasta. Lífsleiðin liggur í fullkomnun valhallar. Maður hefur alltaf val